Fyrstur Gísli Björnsson, háskólanemi, og hann nýtur aðstoðar Auðar Finnbogadóttir og þau ætla að fjalla að tjá óskir sína með stuðningi. Þannig að Gísli og Auður, hvar eru þið? Gjörðu þið svo vel. Komið sæl. Gísli, viltu kannski byrja því að kynna þig? Hver þú ert? Viltu segja nafnið þitt? Já. Þú heiti Gísli Björnsson og ég heiti Auður Finnbogadóttir og við ætlum að vera saman í dag með erindi sem heitir að tjá óskir með stuðningi. Já. Viltu kannski segja Gísli í hvaða skóla þú ert? Ándvalanum. Háskólanum. Og hvað ert að læra í háskólanum? Á hvað braut? Diplómabraut. Það sem sagt diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun. 2 ára námsbraut og þetta fyrir árið sem að Gísli á í dag. En svo ertu í fleira námi, eða ekki? Jú. Í hvað fleira námi ertu? Námi. Já, og svo líka ertu búin að vera hjá henni Völu, eða ekki tónlistanámi? Námi. Og hefur ansi langan eða hvað sé, námsaldur þar. Ég held að þú sér búin að vera í 23 ár, ef við reiknum þetta. Gera aðri betur. Og svo ertu í leikhóp. Viltu að segja eitthvað hvaða leikhóp þú ert í? Data, leikhópurinn. Kjarnaleikhópurinn. Og þið eru alltaf að æfa leikrit. Jú. Og hvað þið eru að sýna oft? Jú. Og eitthvað listahátíð sem þið sýni mest á? Nei, landamæra. Lista landamæra. Og svo ertu varaformaður. Jú. Í stjórn. Og viltu segja maður kannski hvaða stjórn það er? MPA. Í MPA miðstöðinni. Og MPA stendur fyrir notendastýrð persónulega aðstoð og því að við heyrt það hérna áður í dag. Já. Og það er svona sambarilegt og jag sem við vorum að hlusta hérna í dag. Gísli, þú ert komin með MPA. Jú. Heyrist í okkur? Heyrist í mér líka? Og Gísli er allan dag að vinna því að MPA verði möguleiki fyrir alla. Og það eigi ekki verið einhverjir útvaldir sem að eigi rétt af því að vera með sitt eigið aðstoð fólk. Og þar liggja hans áherslur í þessari stjórn. Af því að það fannst ekki öllum alveg sjálfsagt, Gísli, að fólk með þroskahömlun fengi að vera með MPA eða börn. Þannig að við svona höfum verið svolítið málsvarar fólks með þroskahömlun í þessari stjórn. Ég er þroskaþjálfi og ég hef unnið lengi með fólki með þroskahömlun og hef reynslu af óhefðbundum tjáskiptaleiðum. Það er rosalega svona, hvað ég ætla ekki að fara að taka hérna og telja upp eitthvað títs eða þetta og hitt, af því þær eru svo ótrúlega margar. Og hef reynslu af því að vinna með fólki sem að tjáir vilja sinna óhefðbundin hátt. Og það er þannig að það eru margir sem nota eitthvað annað, Gísli, heldur en endilega orð til að tjá vilja sinn. Við notum ekki túlka mikið og ég er svolítið fegin núna. Ég er búin að sjá svona mikið fræðilegt efni túlkun í dag, Gísli. Já. En það var svona margt sem að við kannski könnumst við varðandi þessa menningartúlkun. Og það sé svona, eins og hún sagði, með ákveðin tengsla milli þessa döffræða og fötlunarfræða, að það er að við erum oft aðstofafólk og starfsfólk, við vinnum með fötluðu fólki og fólki með þroskahömlun sérstaklega, að við erum að túlka mikið meira heldur en eingöngu, þú veist, einhver sögð orð sem ekki skiljast. Að það er
það er ótrúlega margt. Og við lendum í því nánast einhverjum einasta klukkutíma að þurfa að útskýra og í rauninni túlka umhverfið. Túlka það sem við sjáum og túlka það sem við heyrum. Og það er náttúrulega mjög mismunandi, Gísli, hvernig fólk tjáir sig. Já. Að þú talar, Já. en þú þarft stundum samt svona aðstoð við að fólk skilji algjörlega. Og stundum notar þú tákn með tali. Einhvern tíma þú varst lítill, hann vil ekki viðurkenna það, sko. Það er ekki mjög töff. En þú grípur stundum til þess að það er eitthvað sem hefur verið árum áður notað og þegar að fólk ekki skilur mann þá, og við gerum það öll, það er ekki bara eitthvað fólk sem hefur eingöngu farið á táknmáltali námskeið eitthvað svoleiðis, að við reynum öll einhvern veginn að útskýra, Gísli, og benda hvað við viljum og hvernig við viljum hafa hlutina. Það sem við kannski erum líka svolítið að sjá eins og núna er það að fólk er mikið fólk og núna líka fólk með þroskamunum nota tölvur mikið til þess að tjá vilja sinn. Og það er mjög magnað og þannig erum við mynd af honum Ragnar Emil sem er sonur hennar Aldísar sem er í stjórn NPA-miðstöðurinnar með Gísla, mikil vinkonum þín Gísli, að foreldrar eru ofta að upplifa það til dæmis að þegar að börn sem hafa kannski skerta eða fólk skerta hreyfigetu að er farið að geta tjá sig með aðstoð eins og til dæmis iPad sem margir þekkja, að þá eru áhugamálin ekki kannski þau sömu og mömmurnar hafa haldið fram að hann elskaði bangsíman og svo var það bara eitthvað allt annað. Þannig að við notum alls konar, við setjum inn hérna líðan líka af því að það tjá vilja sinn, að það, hvernig okkur líður, Gísli, það hefur svolítið mikið að segja. Og þegar okkur líður vel að þá gefum við ákveðin merki frá okkur, eins og þið vitið, og það að líða illa, að það er líka eitt tæki sem að fólk notar til þess að koma svona vilja sínum á framfæri. Og ég held að það hefur oft verið svolítið vanmetið og ég hef oft heyrt talað um hegðunar vandamál hjá fólki með þroskahömlun, að hegðun er náttúrulega bara tjáning og það að kasta til dæmis glasi í vegg, það þýðir bara eitthvað ákveðið. Og til þess að geta túlkað það eða tjáð hvað það er, það þarf eitthvað sem að þekkir viðkomandi rosalega vel. Það þýtti ekkert fyrir mig að labba inn í svoleiðis aðstæður og segja bara, já, þetta er bara því að hún er flest bleik glös og ljót eða eitthvað. Það er eitthvað sem býr að baki og þetta er eitthvað sem að Gísli þekkir kannski svolítið vel, Gísli, að þér leið nú ekkert alltaf rosalega vel og það var eitthvað sem verður bara að taka mark á. Og það verður að hlusta. Já. Það verður að hlusta á fólk. Já. Heyrið þið í Gísla? Eru það að hlusta? Hlusta á fólk alveg sem að hvernig það tjáir sig. Og það er bara þannig að ættingjar, eins og mamma þín og pabbi, Gísli, og systkini þín, Já. og ömmur og frænkur og frændi og annað, og starfsfólk sem er búið að vera lengi, og oft vinir, að þeir sem að skilja þessa tjáningu, hvað svo eins, að þeir vera svolítið að bregðast við henni, að gera eitthvað og að aðstoða fólk með þroskahömlun ef það vill breyta. Og þarna er náttúrulega þeir sem að standa fólki næst, eins og við sáum í fyrirlestunum áðan með hjálparna, að þetta var náttúrulega bara fólki sem var í nær umhverfinu og það er alveg eins á þennan hátt. Mikilvægt að hlusta. Og það er... Gísli, þú áttir heima á sambýli, var það ekki? Jú. Vildu segja hvað þú áttir heima? Í Djötamæði. Gísli átti heima á sambýli sem heitir Dregavor og honum leið ekki nógu vel þar og notaði ýmsar leiðir til þess að koma þeim skilaboðum á framfæri. Gísli, þú varst ekkert alltaf alveg til í að fara aftur heim og það var mjög skýrt að vilja ekki búa þar og það hefði ekkert
það var alveg mikið af góðu starfsfólki og þú ert alveg vinir sem að búa í Drekavogi. Jú. Þannig að það hefur ekkert endilega með það að gera. En Gísli, þú óskaðir eftir því að fá að flytja eitthvað annað. Jú. Hún vildi flytja eitthvað annað. En þá kemur það að fá stuðning því að það getur verið rosa flókið þegar þetta annað, þegar maður veit ekki alveg hvað það er. Veist, annað þýðir bara ég vil ekki þetta en þá eftir algjörlega að finna því hvað maður ætlar að gera. Já. En hvert fluttið þú fyrst, Gísli, þegar þú fluttir úr Drekavogi og hvert fórstu svo? Fórstu ekki smástund inn til mamma og pappa? Jú, mamma og pappa. Og þú þurfti svolítið að finna út úr því, eins og unga fólki gerir oft, Já. er að skipta skoðun. Tó. Og þið þekkið það öll að skipta skoðun þegar maður er ungur og á 30-aldri, að þegar maður er að finna út úr því hver maður er og hvað maður vill svolítið gera í lífinu, hvað maður ætlaði að gera. Og þú þurftir að fá svolítið aðstoð, Gísli, við að taka ákvörðun. Og hvar funduð ekki íbúð? Jú. Viltu segja hvar þú átt heima? Á þetta. Á Laugateig. Og Laugategur er sérst í gamla hverfirans, Gísla, og það ekki alla í Laugarneskverfinu, Gísli. Jú. Ég held það nefnilega. Og það var svolítið skýrt að vilja bara koma á sinn gamla stað og vera hjá því fólki sem maður þekkir. En maður þarf ekki endilega að fara og búa hjá mamma og pappa. Það er hægt að gera það öðruvísi. Þannig að þau aðstöðu þig, Gísli, svolítið við að taka ákvörðun að fá íbúð. Íbúð. Sína eigin íbúð. Og býrðu með einhverjum, Gísli, í dag? Nei, þú býr bara einn. Og viltu kannski segja okkur, þannig erstu nú á einni mynd, Gísli? Hvað ertu þarna? Hvað er að gerast á þessari mynd? Bóðan. Já. Þannig erstu á Laugateigi í eldhúsinu að ganga frá. Já. Og þegar Gísli var fluttur á Laugateiga þá varð eitthvað að gerast varðandi að því að þú þurftir aðstoð, Gísli, og þá þurftir ekki að fara að ráða fólk. Jú. Að þú gast ekki fyrir alveg einn. En það tók svolítið marga mánuði. Þurftir ekki að kaupa ýmislegt. Jú. Keyptir svolítið að kertum. Þetta. Það er ekkert heimilir að sé fullt af kertum. Og það voru margar IKEA-ferðirnar. Var það ekki? Jú. Svolítið skemmtilegt að fara í IKEA. Og svo kom að því að eftir nokkra mánaða svona ferli að íbúðin var hann ekki svolítið bara heimili. Jú. Og þú varst alveg tilbúin að fara og sofa þar líka. Já. En að vera með notendastýrða aðstoð, Gísli, Já. að það er náttúrulega algjör samhljómur bara með svona mannréttinda áherslum. Og Gísli er þetta ekki einn að senda hér honum? Jú. Viltu segja mig eitthvað frá því? Hvar eru sendiherrarnir? Það búið bóna. Já, sendiherrar samnings Sameinuðu þjóðanna Letið til Vatnabá. með réttindi fatlaðs fólks. Og þar er ekki ein grein, Gísli, sem að þú hefur sérstaklega skoðað sérstaklega. Jú. Viltu segja mig eitthvað frá því? Hvaða grein það er? 19. Og hún fjallar sjálfstætt líf. Já. Og þá þarf maður að hugsa hvað er sjálfstætt líf fyrir hvern og einn. Og það er svolítið mikilvægt. Var það ekki að fá að ráða? Lága. Já. Og þú ert búin að ráða starfsfólk. Jú. Og ertu með ykkur ættingja þína í vinnu, Gísli? Er ykkur systkini eða foreldrar ennþá? Nei. Er það ekki? Jú. Jú, það er
eins og við sáum hjá Jak áðan, þá er fjölskylda Gísla en þá mjög stór partur af svona hans teimi sem að sér til þess að hann geti átt sjálfstætt líf. Og það eru ekki einhverju bræður, Gísli? Jú. Viltu segja mig eitthvað frá þeim? Hvað þeir heita? Elli, Já. Otto og Tata. Elli, Oddur og svo Kata. Og þau eru systkini Gísla og þau eru öll að vinna hjá honum í dag. En svo ertu búin að ráða líka starfsfólk sem er ekki neitt skildir. Nei. Eða ekki? Jú. Voru ekki einhver sem kom í svona viðtal og Jú. það er nefnilega máli. En svo þú sagði maður Gísli frá því þú varir í háskóla. En Gísli hann fékk í rauninni að fara í háskóla af því að hann er með aðstoð, sína eigin aðstoð. Af því að þú þarft svolítið, það þarf að útskýra, Gísli, Jú. námsefnið og það þarf að aðstofa því svolítið við að vinna verkefni. Já. Og eins og bara að lesa tölvupóst. Dobo bá. Og það er mjög margt sem að þegar maður er í háskóla sem að krefst þess að maður fylgist með og viti hvað er í gangi. Og það er svolítið hlutverk aðstofmannsins hjá Gísla, í skólanum Gísli, að það er að geta haft samfellu í því að vera í tíma með Gísla og síðan að aðstofa við að læra heima. Er einhver stund svolítið lengi að læra heima? Nei. Eða ekki? Nei. Þú ert alveg komið með þetta, sko. Þarf ekki að þekkja þig svolítið vel, Gísli, til að skilja, kannski, Jú. hvað þú vilt. Og það er þessi, kannski, túlkun. Viltu segja svolítið hvað varst að gera þannig, Gísli? Lega máta. Lesa mokkan. Að þetta er eitt af því mikilvæga í starfi aðstofólks hjá Gísla, varandi það að fá aðstof við að tjá vilja sinn. Að það er rosalega erfitt að segja hvað maður vill, Gísli, ef þú veist ekkert hvað er í boði. Og það er svo rosalega margt, ef maður getur ekki lesið sjálfu, Gísli, þá er svo margt sem að fer kannski fram hjá þér. Eru ekki velt að gá hvort að segja ykkur tónleikar? Jú. Við fylgjumst með því hvaða flugfélag fljúga til útlanda. Já, Otto bá. Já. Við þurfum að vita nákvæmlega hvað er í samfélaginu. Og þetta er svona einn angi af svona menningar og samfélagstúlkun. Að það er að vita bara og fá kannski útskýringar á því sem er að gerast í blöðunum. Og bara auglýsingar, til dæmis. Erum við ekki alltaf að lesa ykkur auglýsingar? Jú. Og hvað er mest spennandi auglýsingin alltaf? Er það ekki eitthvað flugfélag? Jú. Viltu segja mig hvaða flugfélag það er? Bá. Flugfélag Íslands. Og það að fylgjast vel með því hvað flugfélag Íslands er að auglýsa, að það þýðir líka svolítið að þið langi í ferðalag, eða ekki? Og maður þarf að fá að vita hvaða áfangastæðir er í boði ef maður langar í ferðalag. Þannig að við skoðum það alltaf, hvað er í gangi. En eins og þið heyrið, þá náttúrulega erum við saman hérna í dag og það þarf að styðja þig, Gísli, svolítið til að tjá hvað þú vilt. Já. Og stundum veit maður nákvæmlega hvað maður vill. Og stundum þarf maður bara að vita hvað er í boði og hvaða, já. Og stundum veit maður ekkert hvað maður vill í heiminum, eins og öll. Það er bara, og stundum það áttu til, Gísli, að vera óöruggur eða feiminn. Jú. Ertu nokkuð feiminn núna? Nei. Var ykkur fyrirlesum sem var ekki feiminn í dag? Gísli held ég svo eini sem er bara og þetta náttúrulega er líka rosa mikið þjálfun. Bara koma fram og fá að segja svolítið söguna sína. Já. Það er mikil ábyrgð svona fólkin í því að túlka vilja þeirra sem að tjá sig óhefbundið. Að það er rosalega auðvelt að svona loka eyrunum með að horfa fram hjá ykkur ákveðin tjáningu. Og ég held að þetta sé kannski, þetta er rosalega flókið þegar fólk er mikið fatlað
og er með mikla þroskahömlun og það þarf mjög svona sértæka kannski bara þekkingu þú veist, hjá aðstandendum og vinum eða starfsfólki til þess að vita nákvæmlega hvað er verið að segja. En það er líka rosalega mikil ábyrgð fólkinni því að hlusta ekki og bregðast ekki við. Og þetta er eitthvað sem ég held að við ættum að skoða svolítið vel hjá því fullorðnu fólki sem er með þroskahömlun. Að það er, maður sér alls konar hluti og maður veit að óskirnar eru kannski allt aðrar heldur en það sem er verið að gera. Á stundu þarf að bregðast við Gísli, það þarf að breyta einhverju. Þó maður veit ekki endilega hvað maður vilji. Það getur oft verið gott að breyta. Viltu segja eitthvað meira það, Gísli? Viltu segja eitthvað svolítið hvað er að gerast þarna? Bellóla. Þannig er þetta að spila, já. Á hvað spilar þau? Þetta. Á orgel. Og þetta er kannski eitt af því sem var svona stuðningur við að tjá óskir. Gísli vildi vera með tónlistarverkefni í skólanum. Já. Er í valnámskeiði með tómstundafræðingum verðandi og þau ættu að vera með eitthvað svona, var þetta ekki viðburðaverkefni? Jú. Og þau ættu að gera eitthvað með krökkum. Og hvað langaði þið að gera, Gísli, með krökkunum? Spila. Það að spila, það er frekar flókið að gera það bara einn og sér fyrir Gísla á stað þar sem hann kannski þekkir ekki neitt og hefur ekki komið áður. Þannig að óskuðum við ekki eftir því, Gísli. Það var svolítið kannski mín hugmynd að óska eftir því að var ekki einhverju krakkar í bekknum myndu spila með þér? Jú. Og viltu segja okkur eitthvað frá þessum krökkum? Viltu segja okkur hvað það heita? Ható og Bellóla. Þetta eru Markus og Bergþóra. Þau vita ekki að þessi myndaðum sé hinn í dag. Við glemdum að þannig að en þið voru saman með verkefni. Viltu segja mig eitthvað frá því, Gísli? Já. Voruð það að spila saman? Já. Og hvar voruð það að spila? Á Laugateig. Á Laugateig. Því það er heljarna samvinna fólkin í því að vera með svona verkefni og þetta er á Laugateig sem er íbúðin þín, Gísli. Jú. Þarna varst þú með æfingar með krökkunum í bekknum og þarna upplifði ég það að ég til dæmis það var rosalega lítil þörf á mér sem aðstoðmanni af því þetta er algjörlega styrkleikandinn að Gísla. Ég þurfti ekkert að vera með þarna, Gísli, var það? Nei. Ég gæti bara að sitja og drukja kaffi og haft það mjög hugulegt af því að ég tala ekki tónlistamál og ég tel ekki með takt en er ekki Markus svolítið góður tónlistamæður? Jú. Og þið voruð að tala sama tungumál, sko. Og það var frekar að Gísli og þau voru að túlka fyrir mig. En þannig að það sýnir ykkur líka að það fyrir algjörlega eftir því hvað þú ert að gera, í hvaða aðstæðum þú ert, hvernig túlkunum þarft, eða hvernig stuðning. Og þarna var stuðningurinn í kringum þetta verkefni að það var að til dæmis að finna símanúmerið, eða ekki? Jú. Og hringja í þau. Og við þurftum að ákveða tíma og það þurfti að vera með hljóðfærið og það þurfti að vera heima og það ekki þau komu. Jú. Hver ætlaði að vera á bíl og allir þessi skipulagningur var kannski sá stuðningur sem ég veitti á þessum tíma. Og við það að taka kannski ákvörðunum að gera þetta á þennan hátt. En svo gastu bara alveg brillar að þetta sjálfu, Gísli. Já. Ég þurfti ekki að koma nálægt þessu. En ertu ánægður með það að hafa breytt til og flutta Laugateiginn, Gísli? Já. Já. Gísli nefnilega á foreldra sem að hlustuðu á hans óskir og þau hlustuðu á það hvernig þið leik, Gísli. Og í staðinn fyrir að þagga það niður eða bíða það af sér að þá
þau tóku mark á þér Já. og gerðu breytingu þó þau vissi ekki alveg hvernig þau ætlaðu að breyta, frekar heldur en þú. Þetta var alltaf að koma svolítið í ljós og þetta hefur bara tekist rosalega vel. Er eitthvað fleira sem þú vilt segja frá þínu lífi, Gísli? Nei. Nei. Þá bara segjum við takk fyrir. Takk fyrir.